En núna klukkan 8 hefst opinn borgarafundur í Iðnó þar sem almenningi gefst færi á að koma á framfæri skoðunum sínum og spurningum og Elsa María stödd í Iðnó. Já, við erum hérna í Iðnó og eins og sérst kannski þá orðið smekkfullt út úr dyrum þó að fundurinn hefjist eftir 5 mínútur. Þannig að það ljóst að almenningur ætlar að nota þetta tækifæri til þess að viðra skoðanir sínar og koma spurningum sínum á framfæri. Ráðamönnum þjóðarinnar, seðlabankastjórum, alþingismönnum, ráðherrum og bankastjórum var boðið að koma á fundinn. Ég nú reyndar ekki séð neitt ennþá, en hérna hjá mér Davíð Stefánsson, einn af skipuleggjutum fundarins. Davíð, með hvað hætti verður þessi fundur? Það verður bara mjög einföldum lýðræðislegum hætti. Það eru 4 stuttir frummælendur, svona frekar hlutlausir og þegar þeir hafa lokið máli sínu þá er orðið bara gefið laust út í sal í 3 mínútur á mann. Og af hverju finnst þið þörf á að halda svona fund? Kannski bara þurfum við að heyra í fólki og það er eins og kannski vanti hugmyndir, hugsanlega úr nýrri átt heldur en frá stjórnmálamönnum. Ég veit ekki, kannski þurfum við bara að fá einhverja rödd úr grassrótinni en það allavega hefur skort á svona beina samræði á milli stjórnmálamanna og almennings. Finnst þér almenningur hafa orðið út undan í umræðinni? Já, ég myndi svona halda það sko. Það sem ég hef verið svona svipast eftir á netinu eða í svona beinu spjalli á milli þeirra sem ráða og þeirra sem eru ríki eða eru þjóðin, það er ekkert mikið svona bein samskipti. Við ákvæðum sérst að bjóða hingað stjórnmálamönnum ef þeir vildu svara beint spurningum almennings og ég hef ekki séð marga ennþá. Eru einhverjir mættir? Ég sá Mörð Árnason, ég held að ég hef ekki séð fleiri, ekki ennþá. Ég sé að Jón Baldvin búinn að skipa sér á aftasta bekk, en segðu mér, hvað viltu að koma út úr svona fundi? Ég vil ekki neitt, sko. Ég vil bara prófa þessa leið. Þetta er engin ný uppgötvun, þetta er bara lýðræðislegur fundur þar sem fólk getur tjáð sig. Hér er stappað af fólki sem er miklu meira en við byggumst við. Þannig að öllu líka getur verið þetta gert aftur, kannski stærri sal. Við tökum þetta upp á vídeo og hljóð, þannig að kannski kom einhverja góðar hugmyndir út úr þessu og kannski setjum við það á YouTube eða eitthvað. En þetta er algjörlega, þetta er engin hreyfing, þetta eru 5 einstaklingar að skipuleggja þetta. Þannig að þetta er allt á algjörum byrjunarreit og kannski verður þetta bara góður fundur, þar sem kom bara einhverja góðar hugmyndir. Þakka fyrir Davíð. Hérna líka hjá mér Hörður Torfason. Hörður, þú ert mættur á þennan almenna borgarafund. Af hverju mættir þú á svona fund? Ég vil heyra hvað bankastjórar og ég vona að menn síni hug og komi hérna og svari spurningum og sér að það fyllist allt hérna og það er svo mikil ólga. Reykjavík og Akademía er líka með fund og það er heilmikið að gerast í þessu þjóðfélagi núna. Og hvað brennur mest á þér? Brennur mest á mér? Ég vil fá þess að ríkisstjórn burt og seðlabankastjórnina burt. Ég vil fá nýja sýn á Ísland í dag. Þetta er menn sem eru búin að keyra okkur í klessu. Þeir eru ekki að fá leyfi til að halda áfram að hylja spor sín. Það gengur ekki. Áttu von á því að fá einhver frekari svör hérna í kvöld heldur en hafa verið veitt nú þegar? Ég ætla að halda mér til lés hérna í kvöld, ég ætla að fylgjast með og sjá hvað er að gerast, en það er spennandi. Þetta eru spennandi tímar, af því að þetta er ég býð spenntur eftir hvað gerist núna mánaðamótin. Ég veit að það liggur við að fólk sé að koma til uppþvota hérna. Finnst þið vanta vettvang fyrir skoðanir almennings? Það hefur verið það, já. Við erum bara fengið skilaboð frá ráðherrum að vera róleg og hvernig er það hægt? Þetta er líf okkar, þetta er heilsa okkar, þetta er fjármunir okkar. Stærsti hlutin af íslensku þjóðinni held ég hafi verið plataði til að setja peningar sín í peningabréf til dæmis. Við stöndum, það er gríðarlegt, nálægt mjög heimili búið að bera fólk út. Þetta er skelfilegt. Þakka fyrir þetta, Hörður. Ég heyri að fundurinn er að hefjast, við segjum þetta gott hérna úr Iðnó. Takk fyrir. Þetta, Elsa.